Já, komið sæl öll sumul. Eins og Rósa sagði þá ætla ég að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna að á Nýsköpunarmiðstöð og tengist osmósu orku. Mér langar til þess að byrja á örstuttri svona kynningu á því hvað osmósa og einhver ykkar þekkja þetta ferli sjálfsagt. Þetta ferli sem á sér stað í öllum frumum líkamanns okkar og byggir á því að þegar við höfum tvær lausnir sem að búa yfir mismunandi styrk upplaustra efna og aðskiljum þær með hálfgegndræpri himnu, þá fer af stað sjálfkrafa flæði úr veikari lausninni yfir í þá sterkari og þannig byggist upp þrýstingur í sterkari lausninni. Og þetta flæði í rauninni einungis háð styrk upplausta efnanna sem ræðir. Og hugmyndin sem vaknaði 1970 á Sydney Loeb sú hvort að þetta megi ekki nýta til orkuframleiðslu því að ef við skoðum til dæmis osmotískan þrýstingsmun milli sjávar og ferskvatns þá hann 26 bör og þar af leiðandi gríðarleg orkusúla sem liggur þar að baki. Og hugmyndin í sambandi við orkuvinnsluna að þessar tvær lausnir séu aðskildar með hálfgegndræpri himnu, flæðið sem úr ferskvatninu yfir í saltvatnið byggir upp þrýsting sem nýta má til þess að knýja túrbínu og þar af leiðandi framleiða rafmagn. Nú það sem gerir þessa framleiðslu sérstaklega áhugaverða að þetta óháð í rauninni, það engar lofttegundir, engin útblástur mengandi lofttegunda sem verður til við þessa orkuvinnslu. Þarna engin þörf fyrir stíflur eða uppistöðulón, þannig að það verður lágmarks jarðröskun við svona orkuvinnslu og með því að byggja svona mannvirki neðanjarðar þá getur maður ímyndað sér að þarna líka lágmarks sjónmengun að ræða. Auk þess má gera ráð fyrir að þarna verði lágmarksröskun á lífríki og gróðri jarðar. Gróðri jarðar í ám og sjávar botni. Það sem að einnig áhugavert að þarna liggja gríðarlegar orkulindir. Ef við skoðum á heimsvísu þá þarna 1600 til 1700 terawattstundir sem að mögulegt væri að virkja. Og ef við skoðum það fyrir Ísland sérstaklega þá með því ef við gerum ráð fyrir að 20% af íslensku ferskvatni að það væri hægt að nýta það til að framkalla svona osmotíska orku, þá gefur það okkur 7 terawattstundir sem umtalsvert miðað við þær 12 terawattstundir sem verið að framleiða í dag. Það hins vegar ýmist úrlausnarefni sem þarf að leysa áður en þetta getur orðið kostnaðarlega hagkvæmt og þarna liggur aðallega að baki orkuþéttleiki sem háð himnunum sem notaðir eru. Í dag þessi orkuþéttleiki á bilinu 3 til 4 vött per fermeter. En til þess að þetta verði orkulega hagkvæmt og samkeppnishæft við aðrar framleiðsluaðferðir þá þyrftum við að ná upp 5 vöttum per fermeter. En ef við skoðum hver þróunin hefur verið síðastliðin ár þá sjáum við að það hefur orðið miklar framfarir á þessu sviði og vonir standa til að á næstu árum þá haldi þessi þróun áfram og því sé það ekki of fjarlægri framtíð að þetta markmið náist. Annað sem þarf að hugað það sem lýtur að aur og seti sem getur legið bæði í árvatninu og sjónum. Og þetta það sem við á Nýsköpunarmiðstöð höfum verið að skoða. En
að undirlagi forstjórans Þorsteins Inga þá fórum við af stað í lok árs 2008 með verkefni sem að Rannís og Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar styrkja og hefðu það markmið að skoða íslensk jökulvötn í þessu samhengi því að við þekkjum það að íslensk jökulvötn eru sérstaklega gruggug og því spurning hvort að, og þetta er megnið af íslensku ferskvatni sem fellur til jarðar, fellur sem jökulvatn. Þannig að það er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að skilja hver áhrif þessi eru. Og við höfum þar af leiðandi byggt upp tilraunaaðstöðu til þess að skoða þetta á nýsköpunarmiðstöð og hérna sjáu þið, við höfum hannað og smíðað svona litla tilraunasellu sem gerur okkur kleift að keyra jökulárvötn og hérna sjáu þið að þetta er einfalt módel sem byggir á 2 aðskildum hólfum, himnan fellur hér á milli og svo er jökulvatnið keyrt öðrum megin og saltvatnið hinum megin og osmósuflæðið mælt með tíma. Uppsetning tilraunarinnar sem við höfum verið að keyra er einföld. Við höfum verið með ferskvatnslind á vikt þannig að við getum fylgst með þyngd ferskvatnsins, hvernig hún breytist. Ferskvatnið er hringrásað þannig að allt ferskvatnið sem flæðir yfir himnuna veldur þyngdartapi hér hjá okkur og þannig getum við mælt í rauninni gegnum streymið með tíma. Hinum megin flæðir svo saltvatnið samfellt. Við höfum verið svo heppin að fá jökulvatnssýni frá vatnamælingum. Þeir hafa þróað mikla tækni í að safna þessum sýnum og við fengum sýni annars vegar frá Skaftá og hins vegar frá Jökulsárfjöllum og höfum ákvaðum til að byrja með að keyra þessi sýni bara beint og sjá worst case hvað gerist við flæðið okkar og niðurstaðan kom okkur svolítið óvart því að við keyrum þessi sýni í 4 daga og áttum í rauninni vona á sérstaklega þegar við fengum sýnin í hendurnar þetta voru virkilega gruggug sýni og sérstaklega sýni frá Jökulsárfjöllum. Við áttum vona á að flæðið dytti niður mjög fljótt. Það sem hins vegar kom í ljós var að flæðið á þessum 4 til 5 dögum sem við keyrðum að flæðið hélst tiltölulega óbreytt, eða nánast óbreytt, sérstaklega fyrir Skaftá sem var reyndar hreinna sýnið og fyrir Jökulsárfjöllum þá merktum við smá áhrif, það hægði örlítið á gegnum streyminu eftir því sem á tíman leið en þó ekki eins og við höfum búist við í rauninni. Hins vegar þegar við opnuðum síðan sellun okkar og litum á himnuna þá var alveg ljóst að það hefði töluvert af aur sest á himnuna, það hefði bara ekki haft mikil áhrif á gegnumstreymið. Þetta verkefni er ennþá í gangi og við höfum mikinn áhuga á að skoða áhrif kornastærða, hvernig það kemur inn á þessa mengun himnunar og hvort einhver áhrif séu sömuleiðis á himnugerð. Þið sjáu kannski hérna það töluverður munur í flæðishraða. Hallatalan hér lýsir flæðishraða í gegnum himnunar okkar og eftir því sem og þið sjáu hér hjá Skaftá þá gerðum við polyamid himnu sem hafði tiltölulega hægan gegnumstreymis stöður á meðan hjá Jökulsárfjöllum þá gerðum við sellulosacetat himnur og þið sjáu að þar er flæðið mun hraðara. Og við höfum líka mikinn áhuga á að keyra þetta í lengri tíma og sjá þá vonandi, eða kannski vonandi ekki, nein áhrif frá setmagninu og aurmagninu í jökulánum. Þannig að þetta heldur áfram, þetta verkefni að vonandi að vera spennandi og skemmtilegt að vinna að. Það er fleiri í gangi. Við höfum í samstarfi við Orkubú Vestfjarða eins og Þorsteinn einbraði á hérna í upphafi sett okkur það markmið að reisa litla
seltuvirkjun eða osmósuorkuver við Mjólkárvirkjun. Markmiðið að þetta verði gangsett 17. júní 2011 á 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar. Og hérna eru nú ekki vonast til þess að bæta neitt í orkuframleiðslu Vestfjarða, ekki að svo stöddu, en aðallega að vekja áhuga og vitund manna á þessum vistvæna orkukosti og sömuleiðis mun þetta gefa okkur tækifæri til þess að kynnast þessari tækni og auka þekkingu okkar á þessari orkuframleiðslu. Við erum hins vegar ekki að setja neinn heimsmet hérna því miður því að Norðmennirnir eru skrif á undan og þann 24. nóvember 2009 þá reistu þeir sitt fyrsta prótótípu orkuver sem byggir á þessari osmósutækni og þeir hafa sett sér það háleita markmið að 2015 ætla þeir að vera að koma með orkuver í fullum skala sem byggir á osmósu. Hvort að það gengur eftir eða ekki mun tíminn leiða í ljós, en það er svona okkar markmið að byggja þó upp þekkingu á þessari tækni þannig að þegar himnurnar eru tilbúnar þá verða Íslendingar það líka og geta þá verið hér í fararbroddi á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum vistvænum orkugjöfum. Og þá bara þakka ég fyrir áheyrnina. Takk fyrir.